Valþór Atli, þú fékkst aldeilis lof og klapp á baki í síðasta leik þegar við vorum að horfa á IR-leikinn. Þínu gamlu félagar sem lýstu leiknum, þið held ekki vatni yfir þessu sjarmatrölli, Valþór Atla, þeir taluðu fallið þig. Kom þeir á nokkuð óvart? Nei, komið svo sem ekkert óvart sko. En þetta eru tveir góði félagar mínir sem voru að lýsa og maður fekk ju eitthvað lof þar. Reynslubolti, hókina reynslu, refur sem kann þetta, veit hvað hann að gera, það var ýmsur hlaðið á því og undir þessu þarf þú svo að standa í næsta leikjum. Já, þetta er stór orð og maður reynir að standa undir því. Sem tap í fyrstu tveim leikjum og svo kom sigur á móti IR sem var bara virkilega sætur sigur og liðið hefur verið að spila flotta vörn, mikið talað á það. Er það eitthvað það sem að koma skal í vetur? Já, klálega. Við byggjum lið okkur á sterkri vörn og reynum svo að keyra hans tempóið. En við erum búin að vera dálítið að reyna að stjórna tempóið leikjum og hægja dálítið á þeim. En núna erum við aðeins byrjað að keyra upp tempóið aftur og reynum að fá fleiri auðveld mörk. Gríðarlega flottur leikur til dæmis á móti Aftureldingu. Þau voru hreinlega bara óheppnir að hvernig þau úrslit fóru. Þau hefði allt eins getað verið í jafntefli eða sigur okkar megin. Já, eins og segir, það var eiginlega bara klöðurskaplega að fá allan ekki eitt stig sko og ég tek það nú aðeins á mig, ég klúraði síðan skoti og verði að standa undir því. Þú breytt bakk til að bera það? Já, ég tek þessi eins og maður sko. Alltaf. Eyjamenn á laugardaginn, hvernig leggst það í þig? Það leggst bara mjög vel í mig. Þeir eru með hörkulið og bara frábært liður inni sko. Tóku Val auðvitað í síðustu umferð og við þurfum að eiga okkar besta leik til að eiga sem síðan sko. Er það ekki bara mála, eiga sem besta leik þá? Jú, það er planið. Því svo stutt í næsta hasar sem að vera náttúrulega stórleikur í bikarnum á móti vinum okkar á brekkunni, hérna KM-unum. Já, það er stutt á milli í þessu en þannig vil ég hafa þetta. Við viljum spila fleiri leiki heldur en að æfa, það er bara langt skemmtilegast. Breytist ekki gangur leiksins núna við komu nýja leikmannsins? Jú, vonandi verður bara fljótir að virka í okkar spil og reyna að ná því besta út úr hún. Hvernig líst þér á persónulega á þann leikmann? Bara mjög vel. Það er mikil sprengja og hörku skrokkur. Svo bara reyna að vinna okkur saman, hægt og rólega. Og læra inn á hann líka? Já, klálega. Það er allt annað sem við erum komið með núna, hann að hægra með fyrir utan. Þannig að það tekur smá tíma að ná takti en vonandi bara sem fyrst. Leikurinn, ef við byrjum á IBF-leiknum, hann er á laugardaginn klukkan 15, ekki satt? Jú, hann er klukkan 15. Við náttúrulega erum að hvetja fólk til þess að fjölmenna, þar að segja nýta sér þessa fjöldatakmarkani alveg út í ystu og æsar, þannig að við getum sagt færri komast aðeins vildu. Akkurat, það sem við viljum. Áfram Þór. Áfram Þór. Takk fyrir. Takk.